Þá er það 6. dagskrárliður, orlofsbið Norður- og Kjarnalundar, breytingar á deiluskipulagi. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er 14. liður í fundargerð skipulagsráðs frá 13. desember síðastliðinn. Erindi frá 8. nóvember 2017 þar sem Árni Árnason fyrir hönd félags sumarhúseigenda í Kjarnabyggð sækir breytingu á deiluskipulagi fyrir hús 1-9 við götu Mánans og 1-16 við götu Norðurljósanna. Óskað er eftir að leyfilegri hámarksstærð húsanna verði breytt. Skipulagsráð heimilaði umsækjanda að leggja fram tillögu að deiluskipulagsbreytingu sem unnin verði í samræmi við 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Í nýju erindi dagsettu 4. desember 2017 er óskað eftir að breytingin verði aðeins fyrir götu Norðurljósanna nr. 9 og verði grenndarkynnt. Tillagan er dagsett 5. desember 2017 og unnin af Árna Ólafssyni hjá Teiknistofu Gylfa Guðjónssonar og félaga EHF. Fyrir liggur að eigendur húsa á lóðinni eru samþykkir beðinni breytingu. Skipulagsráð leggur því til við bæjarstjórn að tillagan verði samþykkt í samræmi við 3. málsgrein 44. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Þar sem breytingin er óveruleg og hefur ekki áhrif á aðra en umsækjanda á Akureyrarbæ er sviðsstjóra skipulagssviðs falið að annast gildistöku hennar samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010 með síðari breytingum. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur hvert sér ljós, þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt vil sem skefið merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Það er ekki fleiri mál á dagskrá. Þá segjum við fundið slitið klukkan 16:10.